gæti skólameistari, brautskráningarefni, starfsfólk, aðstandendur og aðrir gestir sem eru með okkur hér í salnum eða fylgjast með í gegnum fjarfundabúnað. Hjartanlega velkomin á brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Fyrir þá sem ekki vita, þá heiti ég Guðný Björg Guðlaugsdóttir og áfangastjóri í VAFA og mun stýra athöfninni í dag. Við ætlum að eiga hér saman góða stund til að fagna þessum tímamótum. Við byrjum dagskrána í dag á ræðu skólameistara og býði Birgi Jónsson velkomin á svið. Kæru útskriftarefni, starfsfólk, gestir og þeir sem að fylgjast með athöfninni gegnum streymi, gleðilega hátíð og verið velkomin til brautskráningar Verkmenntaskóla Austurlands. Það mér bæði heiður og gleði að fá að standa hérna með ykkur í dag þessum glæsilega hópi útskriftarnema. Og ég ætla að byrja á því að óska ykkur öllum innilega til hamingju með árangurinn því þetta eru sannarlega tímamót sem vert að fagna. Í góðu ljóði segir, þið munuð aldrei ganga einsömul. Þið völduð VAFA og eruð þar með hluti af okkar skólasamfélagi. En hvernig það samfélag? Í vor fengum við til liðs við okkur, fyrrverandi og núverandi nemendur til að segja af hverju framtíðar nemendur ættu að velja VAFA. Ákveðin samhljómur var í því sem nemendurnir sögðu. VAFA býð upp á fjölbreytt nám, þar sem þjónustan sé einstaklingsbundin og utanumhald gott. Kennararnir væru frábærir og myndu gera námið persónulegt. Þetta eru ekki einungis orðin þeirra, þetta eru líka styrkleikar sem gera skólan okkar sérstaka. Í dag eru við að útskrifa nemendur af 11 námsbrautum sem sýnir það fjölbreytta námsframboð sem í boði í skólanum okkar. Nemendur geta stundað nám í dagskóla, fjarnámi, helgarnámi og dreifnámi, allt eftir því hvað hentar hverju og einu. Stundum sagt að VAFA sé lítill skóli sem vissulega á margan hátt rétt. Í dagskóla hafa undanfarin ár verið 120 nemendur sem skapa nálægð, nánd og traust á milli nemenda og starfsfólks. Útskrifaði nemendur nefna gjarnan að í skólanum okkar séu þeir ekki kennital á blaði, heldur einstaklingar sem skipta máli. Það dýrmætt. Ég held þó að það sé auðveldar að skapa þessa nálægð í dagskólanum þegar nemendur og starfsfólk hittast daglega, þá geti þeir 400 fjár, dreif og helgarnemar sem stunda nám í skólanum okkar sagt sömu sögu af þessari nálægð og persónlegu þjónustu. Fjölbreytni námsins eitthvað sem við erum afar stolt af, ekki síður en af hlutverki okkar. Við erum eini verkmenntaskólinn á svæðinu frá Akureyri að Selfossi. Því afar mikilvægt að við höldum áfram að þróa námsframboði í takt við samfélagið og þarfir þess. Á síðustu árum höfum við meðal annars tekið upp smáskipanám sem mikil aðsókn í og erum hér að útskrifa iðnmeistara í dag sem hófu nám í janúar 2024. Í haust stefnum við á að hefja kennslu í skipstjórn og við erum sífellt að skoða hvaða þarfir í samfélaginu til að reyna að mæta þeim. Á dögunum flutti Tinna Rut Hjartardóttir nemandi okkar ávarp þar sem var með eftirfarandi skilaboð frá ungu kynslóðinni. Við viljum búa hér, við viljum koma aftur heim, en þá þarf samfélagið að hlusta á okkur og skapa skilyrði sem gera drauma okkar mögulega. Ég vil sjá framtíð þar sem ungt fólk getur hugsað, já, ég vil búa hér, ekki bara að ég varð að flytja. Þessi skilaboð eru sterk, einu leið mikilvæg því rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem ungt fólk dvelur lengur í heimabyggð það líklegra til að setjast þar að í framtíðinni. Það áhyggjuefni að stundu virðist grasi grænna annar staðar og að fólk leiti út fyrir landshlutann að námi sem í boði í heimabyggð. Skólinn okkar býr yfir fjölbreyttu námsframboði og hér á enginn að þurfa að leita neitt annað. Það hægt að leggja stund á fjölbreytt nám og blómstra í því sem hugurinn leitar til. Það svo okkar hlutverk sem samfélag að skapa tækifæri fyrir nemendur að geta stunda frekara nám í heimabyggð og búa til þau störf sem þarf til þess að fá þau til að vera lengur eða koma aftur heim að loknu námi. Hið fjölbreytta námsframboð gerir það einnig að verkum að hér val nemenda meira en í hefðbundnum bóknámsskólum. Nemendur í VAFA geta farið hefðbundna leiðir þeirra brauta sem í boði en einnig hægt að blanda saman brautum. Nemandi á stúdentsbraut getur gert ýmsa verklega áfanga hluta á námi sínu og við höfum til dæmis verið með nemanda sem tók opna stúdentsbraut og valdi föga sjúkraliða braut til þess að undirbúa sig undir nám í hjúkrunarfræði. Lífseiga mýtan að það sé nauðsynlegt að klára stúdentinn fyrst og fara svo í verknám loksins á undanhaldi. Það sem aukin aðsókn nemenda í verklega greinar
og margir þeirra taka viðbótarnám til stúdentsprófs samhliða. Þannig geta nemendur útskrifast með lokapróf í verkgrein og stúdentspróf án þess að þurfa endilega að vera lengur í skóla til þess. Það opnar möguleika þeirra í framtíðinni svo munar. Þessa auknu aðsókn í verknám ekki síst hægt að rekja til verkefnisins Verklegt val sem hófst árið 2021 í samstarfi við grunnskólana í Fjarðabyggð. Verkefnið hefur opnað augu nemenda fyrir rafvirkjun, málm- og véltæknigreinum, húsasmíði og hárindgreinum, enda er þetta oft í fyrsta sinn sem nemendur snerta á þessum greinum og fá þannig tilfinningu fyrir þeim. Þetta verkefni hefur vakið mikla athygli og var til þess að skólinn hlaut íslensku menntaverðlaun þann 15. nóvember á síðasta ári við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Þessi verðlaun voru mikill heiður fyrir okkur öll en leið vitnisburður frábært starf kennaranna okkar sem bera hitann og þungan af verkefninu og mig langar til að biðja ykkur að klappa fyrir kennurunum okkar. Á árinu sköruðu nemendur okkar fram úr á ýmsum sviðum. Meðal nemenda okkar afreksfólk í íþróttum og á næstu árum þurfum við að halda áfram að þróa íþróttaakademíu skólans í samstarfi við íþróttafélögin með það fyrir augum að skapa þessum krökkum enn fleiri tækifæri. Við eigum einnig mikið af upprennandi listafólki innan skólans. Þór Theódórsson nemandi okkar hlaut verðlaun í smásagnakeppni í ensku sem veitt voru í Veröld húsi Vigdísar fyrr á árinu. Þór var einnig fulltrúi skólans í söngkeppni framhaldsskólanna í apríl þar sem hann vakti mikla athygli fyrir flutning sinn á laginu Sólmyrkvi eftir hljómsveitina Dimmu. Það vakti sérstaka athygli hljómsveitarinnar sem deildi flutningnum á samfélagsmiðlum og dró sérstaklega fram þau skilaboð sem Þór flutti, sem voru ekki vera hræddur við að vera þú, það er skemmtilegra að vera opinn. Það að styðja við nemendur og skapa þeim fjölbreytt tækifæri til að láta ljós sitt skína er eitt helsta markmið framhaldsskóla. Nemendur eiga að geta verið þeir sjálfir og opna sig. Skólasamfélag þar sem virðing og jafnrétti í fyrirrúmi gerir það kleift. Listakademía skólans sett á skólaárinu upp afar metnaðarfulla sýningu í samstarfi við Leikfélag Norðfjarðar. Sýningi var sýnd fyrir fullu húsi í Egilsbúð og hefði verið hægt að fylla húsið margoft til viðbótar. Þessi sýning var á atvinnuleikhús Mælikvarða og þau Stefán leikstjóri og Perla kennari í Listakademíunni ásamt nemendum og öðrum í skólanum og í samfélaginu sem tóku þátt í að setja þetta stórvirki á svið eiga mikið hrós skilið. Kæru útskriftarnemar, framtíðin er ykkar. Þið hefur núna lokið mikilvægum áfanga. En mig langar til að ráðleggja ykkur að hvað sem verður á vegi ykkar, grípið tækifærið því lífið getur leitt okkur á brautir sem við höfum ekki gert ráð fyrir. Sá sem hér stendur hafði ekki gert ráð fyrir því fyrir ári síðan að vera að flytja þessa ræðu, en þetta sýnir hvernig hlutirnir geta breyst. Verið opin fyrir því að prófa nýja hluti og umfram allt gerir hluti sem veit ykkur hamingju og lífsfyllingu. Þannig verða ykkur allir vegir færir. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni og kynni næst á svið útskriftarnemana Jakob Kristjánsson og Benedikt Arnfinnsson sem flytja fyrir okkur lagið Sleepwalk eftir hljómsveitina The Shadows. Gjörðu svo vel.
Næstur á sviðið Þórður Vilberg Guðmundsson, formaður skólanefndar VAFA. Gjörðu svo vel, Þórður. Skólameistari, starfsmenn, aðrir gestir og ekki síst kæru útskriftarnemendur. Fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskóla Austurlands færi ég ykkur hamingjóskir með þennan stóra áfanga sem þið fagnið hér í dag. Að ljúka námi alltaf merkileg tímamót þegar við öll lagt á okkur ómælda vinnu síðustu ár til að ná þessum áfanga sem þið fagnið hér í dag. Það afar góð tilfinning og mikil forréttindi að fá að sitja hér með ykkur og sjá ykkur njóta ávaxta erfiði síðustu ára. Verkmenntaskóli Austurlands, skólinn okkar, afar merkileg stofnun sem við eigum að vera stolt af, alla daga og allstaðar. Ég leyfi mér að fullyrða að það metnaðarfulla starf sem rekið í VAFA leikur lykilhlutverk í þeirri miklu uppbyggingu sem verið hefur í samfélaginu hér í Fjarðabyggð og á Austurlandi öllu síðustu ár, enda hefur skólastarfið borið gæfu til þess að þróast hratt í takt við breyttar kröfur samfélagsins. Nemendur og starfsfólk við skólan hafa alltaf reglulega í gegnum tíðina vakið athygli, hvort sem fyrir góðan námsárangur, framsækin verkefni sem snúa nýjungum í kennslu eða öflugu alþjóðlegu samstarfi. Í nóvember síðastliðnum hlaut Verkmenntaskólinn íslensku menntaverðlaunin í flokknum framúrskarandi iðn eða verkmenntun. Verðlaunin hlaut skólinn fyrir samstarfsverkefni við Grunnskóla Fjarðabyggðar sem miðar að því að auka tækifæri nemenda í efstu bekkum grunnskóla til að kynnast fjölbreyttum iðn- og tæknigrein. Verkefnið hefur staðið yfir með góðum árangri síðastliðin ár og hefur heppnast afar vel. En slíkur árangur gerist ekki að sjálfu sér. Verkmenntaskóli Austurlands hefur alla tíð verið svo lánsamur að við skólann starfar samhendinn og afar öflugur hópur starfsfólks sem allt sem eitt hefur lagt sín lóð á vogarskálarnar við að gera skólan okkar að öflugum og góðum skóla þar sem hagsmunir nemenda hafa ávallt verið hafðir að leiðarljósi. Mér langar því til að nota þetta tækifæri og færa öllu starfsfólki skólans kærar þakkir fyrir þeirra ómetanlega framlag til skólastarfsins í vetur sem og undanfarin ár. En við skólan starfar einnig öflugur hópur nemenda. Fólks á öllum aldri með alls konar bakgrunn sem allt sem eitt órækur vitnisburður það öfluga og góða starf sem framfer innan veggja skólans. Félagslífið öflugt og auk þess hefur árangur nemenda í leik og starfi vakið verðskuldað athygli. Í desember síðastliðnum urðu breytingar á stjórn skólans. Skólameistari síðustu ára, Eydís Ásbjörnsdóttir, hvatti okkur og hélt á vit nýrra og spennandi ævintýra og tækifæra á Alþingi. Það söknuður af Eydísi úr starfi skólameistara en undir hennar stjórn sótti skólinn svo sannarlega fram á við. Fyrir hönd skólanefndar þakka ég Eydísi fyrir afar óeigingjarnt og gott starf við VAFA og ekki síður fyrir góða samvinnu undanfarin ár. Við keflinu á Eydísi tók aðstoðarskólameistari skólans Birgir Jónsson og stýrði hann skólanum á röggsemi þar sem eftir liði skólaársins. Fyrir hönd skólanefndar vil ég koma framfæri kæru þakklæti til stjórnenda skólans fyrir gott starf í vetur og góða samvinnu. Kæru útskriftarnemar, þetta dagurinn ykkar. Þið standið núna á tímamótum. Sum ykkar gangi hér út með starfsréttindi upp á vasann og haldið út í atvinnulífið. Aðrir huga væntanlega frekar að námi. Sama hvaða leið þið farið, munið þið alltaf búa að því námi sem þið hafið nú þegar lokið og ekki síður þeirri reynslu og þeim minningum sem síðustu ári í Verkmenntaskóla Austurlands hafa skilið eftir sig. Að fenginni reynslu finnst mér einnig mikilvægt að minna ykkur á að hvað sem þið takið ykkur fyrir hendur í framhaldinu, að gera það á ykkar forsendum. Prófið það sem ykkur langar að gera, ekki það sem þið haldið að aðrir vilja að þið prófið. Það ánefnilega bæði við atvinnulífið og frekara framhaldsnám að möguleikarnir eru margir, nánast óþrjótandi og það mikilvægt að hver og einn fái tækifæri til að finna þar sína hillu á sínum forsendum þar sem einstaklingnum líður vel og kraftar hans og eiginleikar fá að njóta sín sem best. Það getur tekið tíma en það hefst að lokum. Kæru útskriftarnemar, fyrir hönd skólanefndar óska ég ykkur á lokum innilega til hamingju með daginn. Þið hefur lagt hart að ykkur í náminu og uppskerir nú laun erfiðisins. Þetta sannkallaður gleðidagur, þetta ykkar dagur og þetta ykkar stund. Njótið hennar og þeirra spennandi tíma sem framundan eru. Framtíðin ykkar. Nú komið að stundinni sem við höfum öll beðið eftir, sjálfur útskriftinni. Í dag útskrifum við 60 nemendur af 11 námsbrautum. Ég mun lesa útskriftarefninu upp í stafrófsröð og endilega klappið fyrir hverju og einu þeirra. Verðlauna og viðurkenninga verður getið á sama tíma.
Ár hvert gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félaginu. Fyrst það Andrea Pálmadóttir sem útskrifast úr iðnmeistaranámi en hún ekki með okkur hér í dag. Þar á eftir það Andri Snær Sigurjónsson sem útskrifast úr iðnmeistaranámi og hann ekki heldur með okkur hér í dag. Þá það Anna B. sem útskrifast af sjúkraliðabrú. Hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í sjúkraliðagreinum. Næstur það Antoni Tómas Kolosov sem útskrifast úr vélvirkjun. Hann ekki með okkur hér í dag. Þá það Anton Örn Jónsson sem útskrifast úr húsasmíði. Arnar Freyr Valgeirsson sem útskrifast einnig úr húsasmíði. Ardís Lilja Geirsdóttir sem útskrifast úr húsasmíði og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Arngrímur Ari Sævarsson útskrifast af starfsbraut. Arnþór Ingi Hermansson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Ágústa Vala Viðarsdóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut. Hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur á stúdentsprófi, verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í sögu og viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum þar sem hún var meðal annars í Gettu beturliði skólans öll árin hennar í Vaffa. Að auki hlýtur hún menntaverðlaun Háskóla Íslands. Árni Fannberg Sigurbjörnsson útskrifast úr húsasmíði. Ásgerður Felixdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut og viðbótarnámi til stúdentsprófs. Benedikt Arnfinnsson útskrifast úr húsasmíði. Hann hlýtur verðlaun fyrir góða námsárangur í faggreinum í húsasmíði ásamt því að fá viðurkenningu fyrir þátttöku í leiksýningu á vegum leikfélags skólans. Bentína Ósk Gylfadóttir útskrifast af sjúkraliðabrú og hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í sjúkraliðagreinum. Tekur smá tíma. Birkir Hermann Benediktsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Hann ekki með okkur hér í dag. Bjarni Ólafsson útskrifast úr rafvirkjun og hann heldur ekki með okkur hér í dag. Bjartmar Pálmi Björgvinsson útskrifast úr iðnmeistaranámi.
Björgvin Jóhannsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Björgvin Reynir Snorrason útskrifast úr iðnmeistaranámi en hann ekki með okkur hér í dag. Brynjar Örn Rúnarsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Björgvin Óskarsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Dagbjört Lí Ísfeld Bryngersdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut. Dagur Þorsteinsson útskrifast úr vélvirkjun. Egill Örn Björnsson útskrifast úr iðnmeistaranámi, hann ekki með okkur hér í dag. Elín Björg Elvarsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut og hún heldur ekki með okkur hér í dag. Elís Alexander Hafkelsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Elmar Blær Elísson útskrifast úr húsasmíði. Guðjón Berg Stefánsson útskrifast úr rafvirkjun. Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir útskrifast af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa. Guðmundur Heiðar Eyþórsson útskrifast úr iðnmeistaranámi, hann ekki með okkur hér í dag. Gunnar Þórólfsson útskrifast úr vélvirkjun. Héðinn Þórarinsson útskrifast úr húsasmíði. Hilmar Örn Sandmann Þorbjörnsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Indía Anna útskrifast af sjúkraliðabraut, hún ekki með okkur hér í dag. Jakob Kristjánsson útskrifast af opinni stúdentsbraut og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í leiksýningu á vegum leikfélagsskólans. Kasper Etsíkovski útskrifast úr iðnmeistaranámi, hann ekki með okkur hér í dag. Katrín Lea Hjálmarsdóttir útskrifast af sjúkraliðabraut og með viðbótarnám til stúdentsprófs. Hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur í sjúkraliðagreinum. Kjartan Mar Garski Ketilsson útskrifast úr rafvirkjun. Kjartan Pétursson Sóika útskrifast úr iðnmeistaranámi. Matteus Sajakovski útskrifast úr húsasmíði. Nadia Alexandra Patsak útskrifast af opinni stúdentsbraut og hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Oddur Logi Reynisson útskrifast úr iðnmeistaranámi.
Ólafur Kristinn Kristínason útskrifast úr rafvirkjun og hann hlýtur verðlaun fyrir góðan námsárangur í rafvirkjun. Hann er ekki með okkur hér í dag. Patrekur Aron Gretarsson útskrifast af náttúruvísindabraut og hann hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur á stúdentsprófi auk þess að fá raungreinaverðlaun Háskólans í Reykjavík. Hann er ekki með okkur hér í dag. Ragnheiður Ósk Sigmundsdóttir útskrifast af sjúkraliðabrú. Ragnhildur Silvía Snædal útskrifast af sjúkraliðabrú. Rebekka Rán Hjálmarsdóttir útskrifast af opinni stúdentsbraut og hún fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Roy Hörn útskrifast úr iðnmeistaranámi. Róbert Sigurbjörnsson útskrifast úr iðnmeistaranámi, hann er ekki með okkur hér í dag. César Andri Pétursson útskrifast af opinni stúdentsbraut. Sigurður Gísli Kristensen útskrifast af opinni stúdentsbraut, hann er ekki með okkur hér í dag. Sigurjón Egilsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Stefán Bjarni Einarsson útskrifast úr húsasmíði, hann er ekki með okkur hér í dag. Sverrir Kristján Einarsson útskrifast úr rafvirkjun, hann er ekki með okkur hér í dag. Sædís Þórhallsdóttir útskrifast af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa og hún hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur, hún er heldur ekki með okkur hér í dag. Tómas Bragi Friðjónsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Tómas Eli Vilhelmsson útskrifast úr opinni stúdentsbraut og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Veronika Líf Guðbjörnsdóttir útskrifast af húsasmíði. Þorleifur Jón Thorlacius útskrifast af starfsbraut. Þorvaldur Björgvin Ragnarsson útskrifast úr iðnmeistaranámi. Örvar Eli Sigtryggsson útskrifast úr húsasmíði og hann fær viðurkenningu fyrir þátttöku í félagsstörfum á vegum skólans. Sjáu þetta glæsilega fólk. Hér með segi ég ykkur útskrifuð frá Verkmenntaskóla Austurlands vorið 2025. Þið megið setja upp húfurnar. Nú munu þær Ágústa Vala Viðarsdóttir og Rebekka Rán Hjálmarsdóttir flytja fyrra ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Gjörið svo vel.
Kæri skólameistari, starfsfólk, kennarar, samnefnendur og aðrir gestir. Innilega til hamingju með daginn. Þið bjuggu sennilega ekki við því að sjá okkur hér í ræðustól, en hér erum við nú samtmættar. Við ætlum alls ekki að taka þetta hlutverk á okkur þegar Guðni spurði okkur fyrst, en hún náði einhvern veginn að sannfæra okkur. Sumarið áður en við byrjum í Vaffa vorum við bæði spenntar og stressaðar. Það var oft búið að segja okkur að stökkið á milli grunnskóla og framhaldsskóla væri svo stórt. Vissulega var námið í framhaldsskóla svolítið erfiðara en í grunnskólanum, en það var ekkert óviðráðanlegt vegna þess að skólinn tók svo vel á móti okkur. Skólinn er mjög heimilislegur, kennararnir eru skemmtilegir og sanngjarnir. Maður kemst yfirleitt upp með frestunaráttuna, Sibba reddar öllu fyrir okkur sem þarf að redda og svo tölum við nú ekki hvað skólinn er alltaf hreinn og fínn dags í bedda. Starfsfólki leggst því allt á eitt til að nemendurnir nái sem bestum árangri. Það er margt sem okkur er minnisstætt frá þessum árum, en við munum bara ekki eftir því núna. Það sem kemur fyrst upp í hugan eru Erasmusferðirnar 3 sem við fengum að fara í, til Spánar, Þýskalands og Ítalíu. Ferðirnar voru mjög ólíkar og allar mjög þroskandi, þar sem við byggum einar hjá nemendum og fjölskyldum þeirra í viku. Það er skemmtilegt að fá að upplifa menninguna hjá heimamönnum og heimilum þeirra, en ekki bara sem venjulegur ferðamaður. Skólinn er mjög duglegur að finna alls konar Erasmus-verkefni og langflestir fá það tækifæri að taka þátt í einhverju þeirra ef þau hafa áhuga á því. Þó við teljum allt hafa gengið vel þessi 3 námsár okkar í skólanum, þá höfum við sennilega reynt talsvert á þolrif kennarana. Því til sönnunar má nefna að á þessum 3 árum höfum við haft 3 skólameistara. Ingibjörg ákvað að fara í ársleyfi til að hvíla sig og Gunnar ákvað að hætta eftir 100 ár í kennslu. Já, þið bjuggust ekki við því að sjá okkur hérna og við ekki heldur þegar við hófum nám hér fyrir 3 árum. En kannski það einmitt það sem nám snýst að ögra sjálfum sér og reyna alltaf að gera aðeins meira en maður heldur að maður geti. Þessi 3 ár hafa liðið hratt og verið okkur lærdómsrík. Það var okkur mikilvægt að geta stunda nám í heimabyggð og ómetanlegt fyrir okkar elskulegu foreldra að fá að njóta samvista við okkur þessi ár og skaffa okkur fæði, klæði og húsnæði. Fyrir 3 árum löbbuðum við í Vaffa, litlir feimnir busar og nú göngum við út stórir, aðeins minna feimnir stúdentar sem eru nokkuð tilbúnir í framtíðina. Við kveðjum skólann með þakklæti og allt hans starfsfólk sem eflaust hefur notið samvistana við okkur ekki síður en foreldrarnir. Hér höfum við haft það gott, vaxið og þroskast og óskum þess að komandi kynslóðir fá að njóta þessa góða skóla ókomna tíð. Takk fyrir okkur Vaffa og til hamingju útskriftarnemar. Nú mun Örvar Elí Sigtryggsson flytja seinna ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Góðan daginn. Sæl og blessu. Fyrst af öllu, já, ég er líka hissa. Ég held að það væri eitthvað grín þegar Birgir bað mig að halda útskriftarræðina. Ég meina, ég var nokkuð viss að svona hlutir væru fráteknir fyrir fólk sem er með litagóðar glósur og tölvuna alltaf hlaðana eins og hún sé að fara í næsta gameskot. En ekki ég sem þurfti stundum að fletta upp í símanum í hvaða tíma ég ætti að mæta næst. Hér stend ég í fötum sem ég nota vanlega bara þegar amma segir þú mátt nú vera smá fínn í þetta skiptið. Þannig að það er eitthvað stórt að gerast, svo jú, þetta er alvöru. Þó ég hafi kannski ekki verið allra duglegastur í heimavinni, þá lagði ég mitt af mörkum, sérstaklega í skemmtunarlífinu á þessu öllu. Sem fyrirverandi meðlimur nemendaráðs og lifandi vitni af nokkrum af eftirminnilegustum viðburðum skólans geti fullyrt að skemmtunarlífið var og er svakalegt í þessum skóla. Við vinirnir lentum reglulega því að vera vísaðar að heimavistinni, en við lítum á það sem hlutverk samfélagslegri ábyrgð okkar að kynna nýju krökkunum fyrir reglunum sem maður læri svo vel með því að brjóta þær aðeins. Þessi ár í verkmenntaskólanum hafa kennt okkur ýmislegt. Auðvitað lærðum við eitthvað
fræðigreinar, reikninga og íslensku málfræðina sem engin skilur og allt þar á milli. En við lærðum líka að hver getur skilað verkefni með 10% vinnu og 90% sjálfstrausti. Ég viðurkenni, ég tapaði stundum í þessum leik. En það var alltaf gaman að reyna. Hvernig hópverkefni virka í raun, ég er líka rosa góður í þeim. Tölvukerfið er alltaf að bila þegar maður þarf mest á því að halda. Eins og þið heyrið lærðum margt og kynntust nýjum vinum og kennurum. Lærðum meira um lífið og okkur sjálf. Það var ekki alltaf í námskránni, en það var alltaf jafn mikilvægt. Kennararnir okkar, þið eru hetjur, allir sem einn. Þið þurfum stundum að endurtaka ykkur, stundum að bíða með skilin, stundum að leiðrétta marga ranga titla á skýrslum sem byrjuðu allar á lokaverkefni. Takk fyrir þolinmæðina, skilningin og að halda góðu jafnvægi með að þið hjálpuðu okkur að halda okkur á réttri braut. Það er verkefni sem kennarar fá aldrei nægilegt hrós fyrir, eða það segir mamma allavega. Ekki veit ég hvort að hún meini það bara til mín, en það hef ég allavega miðlað því til ykkar allra hér í dag. Takk kennarar. Kæri útskriftarnemar og bekkjarfélagar mínir úr Húsasmiði, til hamingju með að hafa klárað þetta. Og ekki bara klárað, heldur með stæl. Takk fyrir samveruna í Verkmenntaskóla Austurlands, þið gerðu þetta allt þess virði. Að lokum vil ég segja þetta. Við erum kannski að útskrifast, en við erum bara að byrja á næsta kafla. Sumir fara í háskóla eða framhaldsnám, aðrir vinna, sumir taka sér pásu og hugsa, ég redda þessu bara síðar. Það er allt í lagi. Það er engin ein leið, bara þín leið. Takk fyrir mig. Nú munu þeir Jakob og Benedikt stíga aftur á svið og flytja fyrir okkur annað lag eftir hljómsveitina The Shadows. Lagið heitir Apache.
Næstur á svið Gunnar Ólafsson kennari og ætlar hann að flytja kveðju starfsfólks og eftir honum kemur Birgir Jónsson skólameistari hingað upp með lokakveðju. Gjörðu svo vel, Gunnar. Komið sælumsumul. Það var í tíma hérna fyrir stuttu síðan á vorin að nemendur voru að glíma við verkefni í lífeyrisfræði og voru einhver vandræði með verkefnið og einhver sagði að við skulum bara tjatta þetta. Og ég held þá bara að þau ætla að fara að spjalla saman á tjattinu og Messenger og komast að einu sannig. Nei, þá ætluðu þau að nota ChatGPT sem að eins og þið vitið örugglega öll að er ein af mörgum gervigreindum sem hægt að nota. Mér datt á í huga að ég ætti kannski að prófa þetta og láta ChatGPT semja fyrir mig ávarp, kveðju frá starfsfólki Verkmenntaskólans. Og hér er það óbreytt eins og gervigreindin lagði það fram. Og hlustið vel. Kæru útskriftarnemar, aðstandendur, samstarfsfólk og góðir gestir. Í dag stöndum við hér saman við mikil tímamót. Þið, kæru útskriftarnemar, eru að ljúka stórum áfanga og ég, eftir 28 ógleymanleg ári VAFA, er líka að stíga minn eigin skref í nýja átt. Þetta er ekki bara ykkar dagur, heldur líka smá kveðjustund fyrir mig. En fyrst og fremst er þetta ykkar hátíð. Fyrir hönd alls starfsfólks skólans vil ég þakka ykkur fyrir samveruna síðustu árin, fyrir spurningarnar, fyrir brosin, fyrir matarhléin, kaffipásurnar og já, jafnvel fyrir smá stress í prófatíð. Þið hafið líka upp á skólan með nærveru ykkar og hvert og eitt ykkar skilur eftir sig spor. Núna liggja tækifæri víðsvegar framundan. Sum ykkar farið framhaldsnám, önnur út á vinnumarkaðinn. En hvers sem þið farið, munið að þið hafið fengið verkfæri hér til að takast á við lífið og munið líka að maður þarf ekki alltaf að vita hvert maður stefnir. Stundum má bara byrja að ganga og sjá hvert stígurinn liggur. Við búum í heimi sem breytist hratt. Ný störf spretta fram, gömul hverfa og tæknin þróast hraðar en nokkur sinni fyrr. Gervigreind, takk eftir, gervigreind, hún segir þetta, sem var eitt sinn vísindaskáldskapur, er nú orðin raunverulegur hlut af okkar daglega lífi og hún kallar á nýja hæfni, nýja hugsun og nýja ábyrgð. En þið eru sveigjanleg, skapandi og klár og ég hef enga trú á öðru en að framtíðin sé ykkar. Og nú kem ég að persónulegri kveðju. Eftir 28 ári VAFA, þar sem ég hef unnið með mögnuðu fólki, kennt ótrúlegum nemendum og fengi að vera hluti af þessu einstaka samfélagi, þá kveð ég með þakklæti, stolti og söknuði. Ég læt af störfum en tek með mér minningar, vináttu og mikinn kærleika til skólans. Kæru útskriftarnemar, gangi ykkur allt í haginn, verið hugrökk, verið heiðarleg og gleymið ekki að hlæja, helst daglega. Takk fyrir mig, takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta Gunnar og takk fyrir samstarfið gegnum árin, innilega. Kæru útskriftarnemendur, innilega er hamingjóskir með áfangan í allavega annað sinn sem ég segi það við ykkur. Við höfum öll notið tíma saman og nú eru þið að kveðja skólan í bili að minnsta kosti. En það er alltaf hægt að koma aftur og bæta við sér námi. Ég veit að það veganesti sem að þið fenguð í VAFA mun koma ykkur til góðs í lífi og starfi og óska ég ykkur gæfu og gengis í hverju sem þið takið ykkur fyrir hendur. Munið að gera það sem þið viljið og það sem veitir ykkur hamingju. Hlutirnir hafa nefnilega tilhneigingu til að reddast. Á næsta ári er komið að tímamótum hjá Verkmenntaskóla Austurlands þegar skólinn fagnar 40 ára afmæli. Það verður haldið upp á það og er það von mín að þið komið og takið þátt í þeim áfanga. En það er enginn komin hérna til að hlusta á mig. Það líður á lokum þessara brautskráningaraathafnar og algjör óþarfi lengi hana mikið meira. En ég vil bara hérna í lokin þakka starfsfólki skólans, nemendum og forsjárvalum fyrir gott samstarf á skólaárinu. Og mér langar einnig til að þakka fyrir góðar móttökur þegar ég tók tímabundi við embætti skólameistara í nóvember á síðasta ári og er virkilega þakklátur fyrir að útskrifa hér nemendur í minni fyrstu útskrift en líklega ekki þeirri síðustu.
Að athöfn lokinni ykkur sem hafi tök á boðið í kaffi og konfekt hér í hliðarsal hússins og það væri gaman að eiga notalega stund áður þið haldið út til að halda upp áfangar með ykkar fólki. En nú komið á skólaslitum og ég segi Verkmenntaskóla Austurlands slitið í 39. sinn. Takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Svo bara tvennt í lokin. Það annars vegar að það svona sjálfur rammi hérna úti og ég hvet ykkur til að taka mynd af ykkur með hann, en það hefð hér í skólanum að syngja saman lagið Sumarkveðja og ég ætla að biðja ykkur að textinn kemur hérna upp á skjáina. Þetta semast fyrstu 2 erindin. Mér langar til að biðja ykkur að taka dálítið vel undir. Hún Perla að koma hérna sem ætlar að leiða þennan söng. Og ég vil biðja ykkur að taka vel undir, en að því loknu þá athöfnin búin og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna.